komin aftur hingað í Hof. Halli, hvað mikilvægast að hafa í huga varðandi jólasteikina? Tími. Eiga nægan tíma. Því að það alltaf aðeins auðveldara að bæta við eldurina heldur en að draga frá þegar gestirnir eru sestir við borðið. Og þú varst að biðja mig að taka saman kannski nokkur ráð. Já. Og ég svona hvað fólk var í mestu vandræði með og í gegnum árin að flestar hringingarnar sem ég fæ á aðfangadag sósu og steikingu. Og eins og með sósuna til dæmis að þá mikilvægt að eiga smá soð. Eiga soð eitthvað sem þú getur hafa átt í frysti eða vera búin að brúna steikina sína, steikina sína á pönnu, setja svo smá vatn, jafnvel smá rauðvín á pönnuna og sjóða þetta niður. Og þá eigum við smá soð til þess að byrja með. Og það þá, já, bæði með reykt kjöt og nýtt kjöt? Nei, við viljum nú ekki kannski taka mikið af reykta kjötinu, en villibráðinni og kannski gamalt lambasoð frá því að við vorum eldahrygg eða læri í síðustu veislu. Nú eða bara verða sér út góðan kjötkraft sem getur verið án allra aukaefna og farin að fást í búðum og gera bara sitt soð úr teningum eins og kannski margir gera. Já, það að stytta sér leiðina þannig. Já. Og auðvitað það fín leið. Já. En þegar ég að gera sósu, þá tek ég grænmetis afskurðinn, það sem ég nota ekki í matinn og rista hann í pönnu og fæ svona góðan gljáa á grænmetið. Ekki nota mikla olíu því að þú vilt ekki hafa olíubrák í sósunni. Nei. Og tínir til uppáhalds-kryddjurtirnar þínar, grænmetis afskurðina. Ég set núna smá rósmarín og þú getur fundið ef þú nuttar svona rósmaríni hvað þetta góð lykt. Pínu jólalegt. Næstuði bara grenilykt. Já. Og jólin aldrei jólin nema það sé smá anís. Nú kannski eitt lárviðarlauf. Nokkur piparkorn. Ekkert allt of mörg. Settu þau heil? Einibir, negull. Þú finnur þessa jólalykt. Ef þú opnar kryddbaukana að fyrir mér einibir, negull, stjörnuanís, það jólin. En svitum þetta og snúum okkur svo að kjötinu. Já. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Þá, ef við snúum okkur á kjötinu, hvað ertu með hér? Sko, ég valdi nú svona fyrir mig þar sem að ég borða ekki bæjanskinku á jólunum. Þá ákvað ég að sýna kannski eitthvað annað, bara því að ég fekk að ráða. En ég ansi oft spurður purusteik og það virðist vera að aukast áhugi fólks á purusteik. Vonandi höfum við kokkarnir eitthvað með það að gera. En það eru tricks í þessu eins og öllu öðru í matreiðslu að fólk afskaplega hrætt við þetta poppist ekki og verði svona stökkt og flott eins og hún á að vera. Og galdurinn með það að salta hana aðeins. Salta hana bara hraustlega, kannski daginn áður en við ætlum að elda hana. Svo skólum við saltið af, þerrum hana, snúum inn á hvolf í ofnskúfu, setjum bara vatn, svona upp á hana miðja, það bil. Já, ok. Svo þetta svo mikið. Þannig að við hyljum allavega puruna sjálfa, fituna. Já. Og að sjálfsögðu smá jólakrydd úti. Anís og smá pipar. Hérna mega fara hvaða krydd sem Þetta setjum við svo inn í ofnin okkar á svona 150 gráður í það bil hálftíma. Það sem við erum að gera með þessu að við erum í rauninni að mýkja puruna. Fituna sem við snúum svo við og eftir og poppum, eins og við kokkarnir segjum, gerum hana stökka
í svona cirka hálftíma við bara hæsta hita í ofnum, 220-30 gráður. Ok. Þá eigum við að eiga fullkomna puru. Þannig hún pínu svona elduð í tvennu lagi? Já, þetta eiginlega suða og svo þessi hái hiti í restina þegar allt vatnið er tekið frá. En nú það bara sjóða. Já. En hvað ertu með hér? Hér ég með hreindýrafilli og eins og þú sérð, þá búið að brúna hana. Við brúnuðum hana aðeins, settum hana í poka til þess að loka öll þessi brögð inni með smá kryddjurtum og elduðum hana við hægan hita, bara við 80 gráður, í mjög langan tíma til þess að við missum ekkert bragð. Þetta flottasta kjötið okkar, þetta hreindýrið og við viljum ekki tapa neinum brögðum. Þess vegna settum við í þennan poka, það má setja hann í plastfilmu. Eftir að við erum búin að steikja hana, ég segi alltaf brúna og brúna á pönnu. Og að brúna mikilvægt orð því að það sem við erum að kalla fram, ástæðan fyrir okkur þykir grillmaturinn svona góður og þegar hann aðeins byrjaður að verða svartur, að þá náttúrulegu sykrurnar í hráefninu að brúnast. Það eins og brúnaðar kartöflur. Það finnast öllum brúnaðar kartöflur góðar. Jú. Að við erum að gera nákvæmlega sama við kjötið okkar, að við erum að kalla fram þetta náttúrulega sætubragð. Okay. Þess vegna mikilvægt að þegar við erum að steikja kjötið, að leyfa því að steikjast. Við erum ekki alltaf að hræra í því. Okay. Setja á pönnun okkar og slaka á. En núna erum við búin að elda kjötið og brúna og elda aðeins við lágan hita og núna áður en við berum það á borð, þá brúna ég það aftur til að fá ekstra gott bragð. Okay. Og getur maður gert það við allar svona steikur? Allar steikur. Þetta getur gert daginn áður, morguninn, jafnvel 2 dögum áður og átt þessa steik 90% eldaða og þú ert sein fyrir, þú skreppur út, skreppur í messu og vilt koma heim og þá þetta nánast tilbúið. Þannig að maður getur búin að undirbúa jólasteikina nokkuð vel. Já. Smá kryddsmjör, steikin á, leyfin að sitja og velta smjörinn yfir tilbúið.